Ég ætla að segja hérna nokkur orð um myndabækur og ég ætla að vona að það sé hægt að hafa bæði gagn og líka nokkurt gaman af því sem að ég segi hér. Nemendur mínir eru núna að vinna verkefni 3 og það er alveg fullkomlega heimilt að nota þennan fyrirlestur í allri verkefnavinnu. En í greininni Setið í kjöldunni sem birtist í bókinni Raddir barnabókanna segir bókmenntafræðingurinn Margrét Tryggvadóttir að bækur fyrir börn séu gríðarlega mikilvægar. Þær kenni börnum ýmislegt um lífið og tilveruna. Þær efli málþroska og síðast en ekki síst komi barnabækur börnum á bragðið með lestur. Ég get alveg tekið undir þessi orð Margrétar. Sjálfur hef ég fullorðinn maðurinn gaman að því að lesa barnabækur, bæði fyrir sjálfa mig og líka hef ég haft gaman að því að lesa þið fyrir börnin mín og önnur börn, frensíski mín og svona ýmis börn sem ég þekki. En Silja Aðalsteinsdóttir hefur skipt barnabókum í 4 flokka. Þetta eru í fyrsta lagi bendibækur fyrir yngstu börnin, en þær eru án söguþráðar og stundum eiginlega án orða. Oft er þetta harðspjaldabækur. Í öðru lagi eru það myndabækur sem segja sögu. Og í þriðja lagi er þetta ríkulega myndskreyttur texti sem kemst illa eða ef ekki án mynda. Og svo í 4. lagi þá er þetta myndskreyttar sögubækur, en í þessum flokki hefur textin yfirhöndina. Myndirnar nægja ekki einar sér til þess að segja söguna. Texti þessara bóka er líka yfirleitt lengri heldur en bókana í hinu flokknum. Að lesa skemmtilega og velgerða myndabók er áhrifarík leið til þess að kenna ungum börnum myndlestur. Við ráðum leshraðanum sjálf og börnin geta skoða bókina eins oft eins og þeim listir. Fullorðnum reynist oft auðvelt að skilja merkingarauka tákna sem að leynast í myndabókum. Börn verða hins vegar að læra að lesa í táknin. Ung börn eiga til dæmis mjög erfitt með að skilja óhlutbundin fyrirbæri eins og slægð eða sakleysi, en þau skilja þó vel muninn á refi og lambi og geta alveg lesið í það að refurinn er þá tákn fyrir slægðina og lambið fyrir sakleysið. Í annarri grein sem birtist í röddunum sem kallast yfirlit yfir útgáfu íslenskra myndabóka og finna má afrit af þessari grein á kennsluvefnum okkar. Þarna rekur Margrét sögu barnabóka á Íslandi. Fyrsta barnabókin á íslensku, þar sem myndir voru í öndvegi, var myndabók handa börnum. Þessi bók kom fyrst út árið 1853 og var síðan endur útgefin lítillega breytt árið 1897. Þetta er lítið kver sem að inniheldur 30 frásagnir. Hver frásögn þekur eina opnu þar sem textin er á hægri síðu en síðan er myndin á þeirri vinstri. Þetta er ef til vill vísbending að útgefanda bókarinnar hafi þótt textin vera mikilvægari en myndirnar. En hægri síðan er það sem við sjáum fyrst þegar við flettum bókum. Útgefandinn segist með útgáfu bókarinnar vilja hann vekja lestrarlöngun barna, skemmta þeim og fræða þau ýmislegt, en það hlýtur ávallt að vera markmið barnabóka. Muggur Guðmundur Thorsteinsson var myndlistarmaður sem myndskreytti og skrifaði eina fegustu barnabók íslenskra barnabókasögu, en þetta er vitaskuld sagan af Dimmalimm. Söguna af Dimmalimm gerði Muggur fyrir frænku sína og gaf henni að gjöf, í afmælisgjöf, ég man ekki hvað var gömul, en þetta er sem sagt árið 1921. Síðan kemur bókin út fyrst 21 ári seinna eða 1942, þá er bókin gefin út. En sem sagan af Dimmalimm, og þetta er mjög falleg bók,
Þetta örugglega eru einhverjir sem að hafa flett þessari bók áður en hér er hins vegar myndirnar á hægri síðunni og svo textinn á vinstri síðu. En það er mjög rökrétt þegar við opnum bókina að þá er það hægri síðan sem blasir fyrst við okkur. Hérna eru þetta tveir. Hægri síðan. En þessi bók, já, þó svo hún sé vissulega barn síns tíma og þegar kemur á hugmyndafræðinni, þá er hérna þessi bók brautryðjandi verk í útgáfu íslenskra myndabóka. Myndbygging höfundar og samspil mynda og texta er hreint útsatt frábært. Þetta er sígilt listaverk sem hefur verið endurútgefið nokkru sinnum, 8 eða 10 sinnum. Þessa bók las ég sem barn og síðan gekk hún mann fram á manni í minni fjölskyldu og ég hef lesið þessa bók fyrir börnin mín og já, hún er mikið lesin. Flott bók. Annar myndlistarmaður frá fyrir hluta 20. aldar sem var leiðandi í gerð myndabóka er Nína Tryggvadóttir. En hún ýmist vann bæði myndir og texta sjálf eða þá að hún myndskreytti þekktar þjóðsögur og kvæði. Nína gerði allnokkra barnabækur og eru þær alveg hreint listaverk, hver á sinn hátt. Og má hérna nefna að í miðri seinni heimsstyrjöldinni, nánar tiltekið árið 1943, þá vann Nína með skáldinu Steini Steinari og gerðu saman bókina Tindáttarnir. Bókin fjallar stríðið sem þá var í gangi og fjallar stríðið á mjög gagnrýninn hátt. En þessi bók hún á alveg erindi við nútíma börn þó hún hafi komið út þarna 1943. Nína náði nú ekki að koma öllum bókunum sem hún gerði út á markað og þegar hún lést þá átt hún handrit af nokkrum bókum. Ég held að sé einar 5-6 bækur sem hún átti. Það er talin mikill kostur ef að í bókum er gott samspil mynda og texta, en því er ekki alltaf að heilsa. Til dæmis þá hefur Njörður P. Njarðvík samið nokkra barnabækur og unnið með nokkrum teiknurum. Árið 1976 kom út bókin Helgi skoðar heiminn, þar sem að Njörður vann með teiknaranum Halldóri Pétursinni. Hérna er samspil mynda og texta nánast ekkert. Heldur er textin einungis endursögn af því sem að gerist á myndunum og textin bætir í raun og veru litlu við myndirnar og myndirnar í sjálfu sér engu við textan. Þetta er svona líkt og þegar íþróttalýsandi sem að lýsir handboltalandsleik í sjónvarpi segir okkur að Guðjón Valur Sigurðsson hafi stokkið upp og skorað stórglæsilegt mark á meðan að við sem sitjum fyrir fram að skjáin og horfum á það gerast í beinni útsendingu. Annar myndlistarmaður, Sigrún Eldjárn, hún vann með nyrði að 3 bókum á 8. áratug síðustu aldar. Þau unnu saman bækurnar Sigrún fer á sjúkrahús, Sigrún eignast systur og Sigrún flytur. Þessar bækur eru skrifaðar í anda félagslega raunsæðisins og textið er nokkuð flatur en myndirnar lyfta honum hins vegar pínlítið upp, þó svo að þetta sé þessu marki brennt að já, textin er þetta verður bara, já, það sama og með Helga skoðar heiminn, þannig að myndirnar og textin bæta voða litlu við. Hins vegar, að í Sigrún fer á sjúkrahús að þá teiknar Sigrún Eldjárn, litla hliðasögu mýs og það er mjög gaman að fylgjast með mýsnar með músónu þar sem þeir eru að leika sér. Sigrún Eldjárn, hún er reyndar sá höfundur sem að hefur sýnt myndabókagerð hvað mestan myndaskap. Hún hefur gert bækur ein og þar sem hún á bæði myndir og texta. Eins hefur hún unnið mikið með Þórarni bróður sínum og þau hafa gert margar bækur saman. Til dæmis bækurnar Heimskringla, Óðfluga og Halastjarna sem að komu allar út í einu undir bókinni undir nafninu
óðhalaringla og þessar bækur bera ýmis merki myndabóka og ýmislegt sem tengir saman þó að þetta sé ljóðabók. Hérna til dæmis í Óðflugu, ef ég get einhvern veginn komið þessu á skjáinn, þá hérna þessi fluga, hún að skottast síðurnar og mjög gaman að fylgjast með henni og skemmtilegu leikur að fylgjast með því, svona hvar flugan. Og í bókinni Halastjarna, þar alltaf einhver stjarna á ferð síðu bókarinnar og þetta tengir ljóðin eða kvæðin saman. Þannig að það myndar svona eins konar saga. Og ég kemst hins vegar ekki hjá því í þessari umfjöllun að nefna einn teiknara en það Brian Pilkington. Og hann hefur myndskreytt margar barnabækur, meðal annars Blómin á þakinu eftir Guðrúnu Helgadóttur, en sú bók fjallar einmitt gamla ömmu sem flytur úr sveitinni til Reykjavíkur og þar notar Brian íslenska Burstabæinn sem tákmynd fyrir sveitina og Hallgrímskirkja svo aftur tákmynd fyrir Reykjavík. Guðrún Helgadóttir skrifaði ástarsögur Fjöllunum sem Brian hefur einmitt myndskreytt og það náttúrulega alveg dásamlega myndir, en Brian Pilkington hvað þekktastur í dag fyrir þessar tröllamyndir sínar sem að enda hafa tröllabækurnas verið þýddar á mörg tungumál og það einn helsti túristavarningurinn í dag, tröllabækur Brian Pilkington. Ég reynda þeirra skoðunar að í góðum bókum eru myndirnar viðbót við þið ritaða orð og mér langar að nefna hérna nokkra myndskreyta í viðbót. Það eins og til dæmis Áslaug Jónsdóttir sem að gerði myndirnar í bókina Sagan af bláa hnettinum sem við eigum einmitt eftir að lesa og með gjarnan veitað í athygli þegar þið flettið þessari bók, textaverk og hvað myndirnar og textin vinna skemmtilega saman. Þá gerði Áslaug þessar skrýmslabækur sem ég alveg einstaklega hrifinn af og með reyndar Áslaug myndskreytir, en þau eru reyndar 3 sem vinna að textanum, Rakel Helmsdal og Kalli Guttilar, en og þau fengu einmitt verðlaun fyrir þessa bók, Nei, sagði litla skrímslið. Og svo Þórarinn Leifsson sem að fekk verðlaun fyrir einhvern tímann fyrir bækurnar H.C. Andersen. Mörgum finnast myndirnar hans ljótar, mér finnst það alls ekki, þetta bara hans stíll. Hann reyndar hefur skrifað bækur fyrir fullorðið fólk það sem hann myndskreytir, enda hann myndlistamaður. En myndabækur bjóð upp á frjótt samspil mynda og texta sem að auðgar ímyndunaraflið og ég ætla að gera orð Úlfhildar Dagsdóttur af mínum, en í greininni af myndum og sögum sem hún birti árið 2008 í tímariti Máls og menningar segir Úlfhildur: Myndabækur og myndasögur búa yfir fjölmörgum blæbrigðum samsetninga mynda og orða sem allar undirstrika hvernig þessar 2 leiðir tjáninga geta haldist í hendur og skapað í sameiningu einstök listaverk sem bjóða upp á auðgandi upplifanir. Viðurkenning fyrir myndmáli í barnabókum eykur vonandi skilning á mikilvægi myndana, auk þess sem viðurkenningin bendir á þá einföldu staðreynd að lestur felur ekki bara í sér lestur á rituðumáli, heldur býr í orðinu læsi, mun víðari heimur skynjunar og túlkunar á allt frá bókstöfum til lita, borgarkorta og fatastils. Og barnabækur, myndabækur, gera einmitt börn læs á allt tákmálið í kringum okkur. Þess vegna eigum við að lesa myndabækur fyrir börn og leyfa börnum að skoða myndabækur. En það svo verkefnið ykkar að lesa myndabók á gagnrýninn hátt.